Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Fyrir 8-10 árum stofnuðu nokkrir frumkvöðlar og áhuga fólk hopla lifnaðarhætti og heilsufar á Sauðárkróki Náttúrulækningafélag Íslands. Aðal hvatamaður á stofnun þess var Jónas Kristjánsson, héraðslæknir á Sauðárkróki frá 1911 sem talinn var einn fremsti skurðlæknir landsins á sinni tíð. Jónas kynnti sér snemma kenningar náttúrulækna og heilsuvernd bæði austanhafs og vestan og fékk óbilandi áhuga á þeim og átti marga skoðanabræður í þorpinu norður í Skagafirði, þeirra meðal Björn Kristjánsson sem hafði numið í Þýskalandi og kynst þessari stefnu þar. Náttúrulækningar þóttu hinnar furðulegustu en flestum fannst þær athyglisverðar og margir hættu þá til dæmis í Skagafirði og víðar að drekka kaffi að mestu eða öllu og minnkuðu sykurneyslu og kökuát. Það einhvern veginn verður til hreyfing hér. Margt fólk sem aðhyllist þessari stefnu sem Jónas hafði kynst áður en hann kemur hingað og fer að tala fyrir bættri heilsu og tala það að það skiptir máli hvað við borðum og að fyrirbyggja sjúkdóma. Hann læknir og hann er mjög upptekinn af þessu og við erum að koma í veg fyrir að fólk veikist. Og hann fær mikið hljómgrunn hér hjá fólki hérna á Sauðárkróki og það ákveðið að þessum degi fyrir akkurat 80 árum síðan að stofna hérna félag. Það er fyrsta náttúrulækningafélagið á Íslandi. Jónas lagði mikla áherslu á hreinlæti og átti hve mestan þátt í að lögð var vatnsveita á Sauðárkróki. Þegar spænska veikin geisaði árið 1918 beitti hann sér fyrir því að Holtavörðuheiði var lokuð fyrir umferð og einnig Skeiðar og Sandur og kom þannig veg fyrir að veikin bærist norður eða austur. Og það er svo merkilegt að hann skrifaði, hann gaf út blað Heilsuvernd og hann skrifaði það nánast alls saman sjálfur ásamt svo sínu fólki. Og allt það sem við lesum í Heilsuvernd, sem er áratuga gamalt, er nákvæmlega það sem við erum að predika í dag. Varðandi fæði, varðandi hvað við borðum, hreyfingu og að passa heilsuna og koma í veg fyrir sjúkdóma. Jónas kynni sér sambærilegar stofnanir eins og heilsustofnun í Hveragerði og kynni sér náttúrulækningarfræðin annar staðar, víðum heim, kemur með þannig boðskap hingað heim og hann mætir andstöðu, mikilli andstöðu og þetta er mikil barátta. En hann var baráttumaður, gafst aldrei upp og þegar hann fer svo eftirlaun sem læknir að þá fer starfið hans í gang, fullorðinn maður og þá endar það með því að hann byggir upp heilsustofnun í Hveragerði sem alltaf kalla heilsuhælið í Hveragerði og þar kemur hann þessu fram því hann náttúrulega fjármagnar þessa stofnun að stórum hluta ásamt mörgum gjöfum, margir sem gáfu í þetta því höfðu trú á þessari stefnu og þrátt fyrir það að hann mætti þessari miklu andstöðu þá gafst hann aldrei upp, hélt þessu áfram og það var opnuð til þess matstofa í Reykjavík þar sem matur frá heilsustofnun var seldur í Reykjavík og fólk fór að hyllast þessu og svo er það okkar sem höfum tekið við er að halda þessa stefnu áfram og svo var ánægjulegt að við opnuðum núna matstofu Jónasar, gjörbreytta matstofu í Hveragerði á heilsustofnun þar sem að lögð mikil áhersla á það að framreiða glæsilega mat, glæsilega rétti að þú heldur að þetta sé allt annað heldur en þér. Það gekk ekki þrautarlaust hjá Jónasi að sannfæra landsmenn kenningar sínar og á stundum mætti hann hatra með andstöðu, ekki síst félaga sinna í læknastétt. Á 7. áratug síðustu aldar átti til dæmis að reka hann úr Læknafélagi Íslands, en Jónas þótti skemmtilegu maður, reyndar afleitur bílstjóri en góður hestamaður. Ég man mjög vel eftir afa. Hann er öllum minnistæður. Hann var lítið frekar lágvaxinn, ógurlega snöggur í hreyfingum, hann svona þéttur og mjög svona, gat verið mjög kátur og kíminn. Hann var ákveðinn við okkur krakkana en óskaplega góður
og hann var svona maður sem hann tók eftir, en það var svolítið á tímabili að þá var ég ekkert að auglýsa að hann væri afi minn því að hann var talinn hálfklikkaður. Var það út af fæðinu? Já. Þegar ég var svona 10-12 ára, maður var viðkvæmur fyrir öll og ég heyrði fólk tala að hann væri nú hálfvitlaus þessi læknir á Sauðárkrók. Maður ætti að sjóða hafragrautinn, segði hann í 2-3 mínútur, það vissu allir ætti að sjóða hann í hálftíma og svona, það heyrði ég sko. Og grænmeti bara, skepnu var bara að hleypa okkur á beit, sagði þeir. Á heimili afa, eftir hann kom til Reykjavíkur, þá bjó hann lengst á Gunnarsbraut 28, rak lækningastofu á neðri hæðinni og var líka með svona heit böð og vafði svo fólkin í teppi og lök á eftir og leta svitna. Þetta hefur tíðkast líka í Hveragerði, eða þangað til leirböðin komu. Og þar var alveg tvöfalt mataræði. Hann var með stúlkur sem unnu hjá honum við þetta. Þær borðuðu bara og venjulegt fæði. En það var eldað Rebekka sem fylgdi honum og ömmu alla tíð. Kom með þeim frá að austan, þau komu frá Fljótsdalshéraði og hingað á Sauðárkrók, Rebekka okkar. Að hún var með þeim og hún eldaði alltaf honni í afa. En það var alltaf ógulega mikið grænmeti á mínu heimili, en það var bæði fiskur og kjöt. Og ég nota það líka sko. En einhvern veginn hefur grænmetið tekið svona yfirhöndina núna. En hann var, myndi ég segja, svona karmajóki, frumkvöðull. Og hann ber það nafn með rentu. En það eitt sem var að honum, hann var hryllilegu bílstjóri. Og ég kveið fyrir ef ég átti að fara með honum. Við áttum, mamma átti fóstursystur, uppbyldasystur upp í Mosfellssveit og hann fór stundum að heimsækja hana og vildi að fá einhverja krakka með. Og mér fannst það ekkert mjög spennandi sko, því að hann keyrði væga sagt ekki vel. En já, hann var eftirminnilegu maður, afskaplega. Ég er mjög stolt á honum núna. Ég tel hann bara einn af frumkvöðlum hér, sem hann og í þessu mataræði, sem náttúrulega alltaf aukast og jafnvel að ganga út í öfga, þið vitið með vegan. Það getur allt farið út í öfga. En hann var ekki kominn út í það sko. Nei. En hann sagði að við áttum að tyggja matinn 30 sinnum og hann satt fyrir framan okkur og taldi. 30 sinnum ef það var grænmeti sko rátt. Hvaðan hafði hann alla þessa vitneskju? Hann kynntist Kellogg's út í Bandaríkjunum. Þar byrjaði þetta, hann var á einhverju svona, já bara einhverju ferð, læknaráðstefnu eða eitthvað. Svo kynntist hann Ari Wellander, sænskum, sem að báðir voru með svona heilsuræktir og komnir út í þetta. Og hann var alveg heltekinn að þessu. Var til dæmis, hann taldi sykur alveg jafn mikið eiturefni eins og heróín. Alveg hreint, sykur bara eitur. Eða fíkniefni sko. Já. Hann taldi það og tóbak og allt. Þið ætlaði að fagna þessu hér í dag? Já, það er svo skrítið að við erum ofta að fagna ýmsu svona í kringum hann, bæði ammælum og ýmsum með vígslum á hælinu, heilsustofnun í Hveragerði, að það er alltaf gott veður. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.